Hérna höfum við efni fyrir næsta próf sem að próf 3. Það verkefnin þarna, verkefni 2 til 5 aðalega sem undir. Og hérna sem sagt verkefni 2, það fjallaði nándaskynjara fyrir riðspennu annars vegar og fyrir jafnspennu sem sagt. Það voru NPN skynjarar eða PNP, það voru jafnspennu skynjarar og við skulum skoða hérna í 3, það var hins vegar netkerfi sem við vorum að skoða þar og tengdum saman útbyggum allavega leiðslur, sem sagt regular leiðslu og crossover couple og svo voru hérna eitthvað netkerfi, nú stöðuskynjari og hitaskynjari með erfðabreytið, það var í verkefni 4 og verkefni 5 það var brunaviðvörunarkerfi og það var sem sagt rásarskiptstöð eða vistfangstöð og vorum aðalega fjallað vistfangsstöðuna því að við gerðum mælingar í henni. En þetta eru þessi verkefni 2 til 5 sem við þurfum að fara í fyrst og ef við skoðum aðeins atriði varðandi verkefni 2 þá hérna höfum við nándaskynjara fyrir riðspennu og við skoðum hérna kraftrásina í því þá höfum við þar í kraftrásinni í nándaskynjara fyrir riðspennu það díóðabrú, sjáum við þetta, ég ætla að stækka það aðeins. Díóðabrú til þess að straumurinn fari alltaf rétt hérna í gegnum týristorinn sem opnar. Og þessi skynjari hefur þann ókost að hann getur ekki slökkt og kveikt mjög hratt, það svona 25 rið sem að roftíðnin getur verið í þessum. Hann nefnilega bundinn tíðni riðspennunar. Svo að það svolítið erfitt að slökkva og kveikja á honum. Og en sem sagt varnarbúnaður í honum bara hérna spennuháð mótstaða og ég sjá hérna álag spóla sem að getur valdið spani hérna inn og þess vegna þetta líka viðnám til þess að verja skynjarann. En þetta kraftrásin í riðspennu skynjara sem að tengist, sem sagt raðtengist við álagið. Það tengist í rauninni bara eins og rofi og vinnuspenna hans milli 90 til 250 volt og við þurfum alltaf að vera með einhvern lágmarksstraum í gangi hérna í þessum vegna þess að annars skynjararásin hérna að framverðu óvirk. Þessi lágmarksstraumur, við vorum að mæla hann hérna einhvers staðar vorum við að mæla hann. Nei, býtum við, þetta vitlaust verkefni hérna. Sjá. Verkefni 2 áttu að vera hérna og það var hérna var mælitablan sem við vorum að nota og þegar að við vorum þetta hljóta að vera rangar tölur hérna, þetta örugglega milliampere sko, líklega verið hérna 1,5 milliampere lágmarksstraumurinn. Þetta eiga að vera milliampere en ekki ampere náttúrulega. 36 milliampere er eðlilegt þegar það virkur neminn, þegar hann skynjar efni eða þegar fer straumur hann. Svo það er alltaf eðlilegt. Og almennt að þessi nándaskynjarar, þeir skynja mismunandi efni úr mismunandi fjarlægð. Spanskynjarinn, hann skynjar til þess járn úr
ætti að vera úr minni fjarlægð hérna heldur en þetta hérna og náttúrulega skynjar ekki tré en það væntanlega þyrfti að koma eyrinn nær eða kóparinn nær heldur en járnið. Já, það passar hérna. Hann skynjar járnið úr meiri fjarlægð, 13 mm. Já, það passar alveg. Og hérna rýmdarskynjar hann skynjar bæði járn og kopar úr svipari fjarlægð en tréð það hefur náttúrulega minni áhrif, það þarf að koma nær með það. En já, það er svona svipaðar tölur fyrir kopar og ál. En álið er einhvers staðar samt hérna á milli járnsins og kopars. En ok, skoðum þá núna sem sagt tenginguna, sem sagt hann á að raðtengjast, spanskynjarinn, hann á að raðtengjast hérna við álagið. Álagið getur verið á segulspóla eða hérna er líka ljós eða gaumljós, svo að það er möguleiki líka. Við skulum skoða hérna áfram DC-skynjarina, útgangurinn á DC-skynjurum. Hann getur verið sem sagt NPN eða PNP og þá er sem sagt álagið það er sem sagt tengt í PNP, þá er það tengt niður í mínus. Það væri þá annað segulspóla og það er varnarbúnaður hérna fyrir innan sem að passar upp á það. Ef það verður einhver spanpúls frá spólunni þá eyðist það í gegnum til dæmis þessa díóðu hér. Þannig að það er hægt að tengja spólu hérna beint við útganginn. En þetta er 24 V DC. Svo að þetta er PNP, allir þessir hérna þrír mismunandi skynjarar með aðeins mismunandi útgangsrásir. Þetta er allt saman PNP. Transistorinn tengist upp í plus og ef hann er normally open þá hérna mælum við það bil spennugjáð spennuna. Ef við segjum að hún sé 24 V þá segjum við að við mælum þá 24 V spennu hérna yfir álagið þegar að hann skynjar hlut og hann er normally open sem sagt. Svo náttúrulega snýst þetta við ef hann væri normally closed þá væri transistorinn alltaf að gefa hérna út á útganginn og síðan myndi hann rjúfa strauminn ef hann myndi skynja og þá myndi við náttúrulega mæla 0 V spennu yfir álagið. En við mælum oftast sem sagt útganginn þannig að við tengjum mínusinn komman á mælinum í mínus á spennugjáfanum og síðan mælum við út í útganginn. Og það er svona yfirleitt gegnumgangandi í þessum spurningum að við tengjum mínusinn á mælinum í mínus á spennugjáfanum. En þetta er alltaf öfugt með NPN útganginn á hérna NPN skynjara. Hann tengir neðri endan á álaginu niður í mínus því að álagið það tengist upp í plus. NPN transistorinn hann þarf hérna 0,7 V spennu hérna milli emitter og base til þess að opna og ef þetta er sem sagt normally open og NPN transistor útgangur að þá þegar við myndum tengja mæli til þess að kanna hvaða spenna væri útgangi og við erum að skoða kannski bilananleitt eða einhverju að þá er eðlilegt að við þegar hann skynjar hlut að þá mælum við nánast enga spennu hérna frá útgangi og niður í mínus vegna þess að þá tengir transistorinn hérna fram hjá mælunum eða tengir sem sagt neðri enda álagsins hérna niður í mínus. Þannig að við getum mælt hérna eitthvað 0,1 volt eða eitthvað slíkt í raunveruleikanum en það í lagi í prófinu bara að segja 0 volt svo að sé alveg skýrt og einfalt að svara því. Því að annað hvort fáum við spennugjáfarspennu ef að til dæmis þessi skynjari væri normally closed þá væri hann alltaf að gefa hérna samband og þá erum við alltaf með 0 hérna 0 V spennu hérna yfir. Ef hann myndi skynja hlut þá myndi hann rjúfa
og þá myndum við mæla spenningjáspennuna hérna. En við göngum yfirleitt út frá því þessum spurningum að tengja mælinn í mínus og mæla út í útganginn frá mínuspól. Þannig að þið þurfum að skoða það hvort að þið eru með NPN í þessu tilfelli eða þá PNP. Það er miklu auðveldara að hugsa sér PNP vegna þess að hann tengir frá plus og álagið tengist í mínus. Það er erfiðara að hugsa þetta að álagið tengist í plus í NPN því að þegar að normali open skynjari skynjar hlut þá er bara 0 volt spenna hérna milli mínus á spenningjáa og útgangs af því hann tengir álagið hérna niður í mínus. En ok, þetta verður spurt eitthvað svolega svo að við skulum skoða áfram verkefni 2. Já, það er hérna síðan skermaðir eða óskermaðir. Hver er munurinn á því? Við sjáum það hérna í mælibúna að nema efninu líka að skermaður skynjari, hann er hægt að festa alveg slétt við málmumgerð því að segulsviðið það nær bara beint hérna út úr honum. Og það truflar ekki, umgerðin truflar hann ekki ef að hún er hérna alveg slétt við. Þeir eru kallaðir svona flush mounting skynjarar svo að þeir flútta við alveg málmumgerð og þeir geta unnið þannig. En þá þarf í rauninni að koma nær með efni til að þeir skynji. Því að segulsviðið nær ekki eins langt út eins og í hinni gerðinni sem við sjáum hérna hægra megin. Þetta er skermaður skynjari og hann má vera alveg slétt hérna við endinn á hann má alveg vera slétt festur inn í málmstykki. Það má hins vegar ekki vera þegar við erum með óskermaðan skynjara, spannskynjara. Því að þá nær segulsviðið hérna út fyrir endan á hann. Og það myndi trufla þetta segulsvið eða jafnvel skynja festistykkið ef við myndum vera með hann alveg við málmumgerð hérna. Og svo að það þarf að ganga þannig frá þessu, býtum við, það er ekki sýnt hérna, jú, það er sýnt hérna að það þarf að vera frítt bil hérna ef hann er óskermaður. Og hins vegar er hinn hérna fyrir ofan, hann er skermaður. Hann má vera alveg flútta hérna við málmumgerð til dæmis. En annars ef að óskermaður skynjari væri þá festur í plastikki eða eitthvað svoleiðis, það er í rauninni allt í lagi. Ok, en hérna áfram með þetta, skoðum fleiri atriði. Til hvers er í mín lágmarksstraumur í hérna 230 volta eða þessari riðspennu skynjurunum. Við myndum segja hérna við AC skynjara sko. Og það er rauninni til þess að halda skynjunar rásinni í skynjaranum virkum. Svo að við missum hann ekki úr. Það er alltaf einhver smá blæðistraumur hérna í gegnum skynjaran til þess að skynjunar rásin hérna í endanum á honum sé virk. Og þessi blæðistraumur hann er ekki nægilega mikil til þess að virkja segulspóluna hérna. En ef við myndum tengja svona skynjara inn á stýriliða eins og til dæmis EC stýriliða að þá er þetta of mikill straumur fyrir hann. Því að það er svo hátt inngangsviðnámið á EC stýriliðanum að hann þolir þetta ekki. Þess vegna þurfum við sérstakan segulliða til þess að tengja inn á þannig stýriliða og þá væri bara snertan frá segulrofanum væri notuð inn á stýriliðan. Þannig að þá þarf það svona millilið, svona segulrofa
ef við erum að nota þetta við þannig einingu sem að þolir raunin ekki lágmarksstrauminn frá svona skynjara. Þessi skynjari gæti hvort sem verið spanskynjari eða rýmdarskynjari, það skiptir ekki máli, því að hann þarf alltaf að vera með lágmarksstraum í gegnum sig til þess að skynjunarásin sé virk, sé í gangi. Nú, við höldum áfram. Síðan ég búinn að nefna þess með spanskynjara og sjá held ég á næstu glæru. Hvers konar efni eru það sem að spanskynjarinn skynjar? Það eru sem sagt málma, hann skynjar málma, eða efni sem að leiða segulkraftlínur, eða taka við segulsviði, leiða segulsvið, kraftlínur. Og þetta sem sagt eir, ál og járn, og í þessu þá breytir dálítið máli hvers konar efni það til dæmis járn hefur mest áhrif, eins og járn ST37, það svona degt smíða járn, sem að hérna leiðir kraftlínu mjög vel, og þá skynjar hann sem sagt svokallaða hvirfilstrauma sem myndast í járninu, og það það sem að veldur því að straumtakan á honum verður minni, og þannig skynjar hann að það komið eitthvað hlutur inn í segulsviðið. Álið hefur bara minni áhrif og eirinn ennþá minni áhrif á segulsviðið. En hann skynjar öll þessi efni, bara úr mismunandi fjarlægð. Járnið úr mestri fjarlægð, síðan álið og að lokum eir, það komum við eir næst af þessum þremur efnum. Nú, síðan eru til skynjarar með 3 spólum sem að þá eru ein spóla sem að gefur segulsvið frá sér, en hinar 2 spólunar, þær í rauninni skynja hvort það verður breyting við endan á skynjaranum, og þetta breytir því að við getum skynjað eir, ál og járn og alveg úr sömu fjarlægð. Ef að þið eru með skynjara með 3 spólum, þá skynjar hann öll þessi mismunandi efni úr sömu fjarlægð. Það það sem að þessi skynjari gerir. Hann það kannski notaður í þeim tilfellum þar sem að verið að skipta efni og getur verið mismunandi efni á ferðinni, en þá þarf ekki að breyta neinu varðandi stillinguna á honum eða hversu nálægt hann þarf að vera frá efninu til þess að hann skynji. Því að þessi tegund skynjar alla þessa mismunandi málma úr sömu fjarlægð. En við fórum ekkert í þetta, við sleppum því að spyrja í prófinu þessa 3 spólu skynjara. En þvermálið á skynjaranum, hann hefur áhrif á skynjaran fjarlægð. Eftir því sem að þvermálið er meira, þeim mun og getur hann skynjað efni úr lengri fjarlægð. Þeim lengra getum við haft efnið sem hann á að skynja í burtu frá skynjaranum. Þannig að sverari skynjari, hann skynjar betur. Ok, þá höldum við áfram hérna. Rýmdarskynjarar, þeir geta verið með stillingu aftan á sér. Það hægt að stilla næmnina, og til dæmis ef við ætlum að skynja vatn í gegnum plast, þá getum við stillt hann þannig að hann skynjar ekki plastið, heldur vatnið bara á bakvið. Þannig að við drögum úr næmninni, þannig að hann skynji ekki plastið. Þá virkar hann þannig á að hann skynjar vatnið á bakvið. Og hins vegar getum við ekki mælt olíu í gegnum, eða skynjað olíu í gegnum plast eða gler eða plexigler, vegna þess að olían hefur lægri næmnistuðul
heldur en gler eða plast. Olían er með 0,2 en glerið er með 0,3 og plasti líka. Við sjáum þetta hérna í mælibúna og nemaefninu. Það er tafla sem segir til næmnistöðu mismunandi efna. Það er þessi tafla hérna. Hér er þetta gler, það er næmnistöðullin er 0,3 og auðvitað til 0,7 eftir hvað er þykkt og kannski efni í því. Og síðan er olía hérna, það er bara 0,2 og við getum þess vegna ekki skynjað olíuna í gegnum plastið. Hérna stendur plexigler og það er 0,3 þar, næmnistöðullin. Og hérna síðan er hérna áfram með skynjarana. Við erum með mismunandi skynjara eins og ég fór í gegnum áðan með NPN eða PNP og þeir tengjast með 3 leðurum. Það er brúnn, það er pluss, svartur er merki og blár er mínus. Og þannig að við getum þurft að svara því hversu háspenna mælist milli merkisins og jarðar. Og síðan í hérna næsta þá erum við með ljósnema og stundum eru þessi skynjarar sem að leiða mjög lítinn straum og það þarf að magna upp straummerki frá ljósnemanum. En ef við tengjum við iðntölvu þá er það yfirleitt nægur straumur fyrir inngangseiningar. Og þarna eru á ferðinni mismunandi skynjarar. Það er til dæmis ljósnemi sem er bæði með ljósgjafa og ljósnema í sama hólki og þarna er infrarautt ljós mikið notað. Í verkefni 3 þar vorum við með nettengingar og þar vorum við að tengja saman 2 tölvur og netleiðslur sem sagt regular og síðan vorum við líka með crossover. Og munurinn á þessu var sem sagt sá að til að tengja tölvu út í switch þá notum við regular netleiðslu yfirleitt og þessar crossover leiðslur eru nú eiginlega dottnar út nema í einstaka tilfellum. En ef við erum með eldri gerðir af tölvum sem að netkortin geta ekki skipt á milli sendingar og móttöku, þá getur verið að crossover kapall dugi á milli tölva. En venjulegast eru regular leiðslur þá notaðar núna. Og þetta er þá netgerðirnar, þetta eru nokkra mismunandi gerðir og í rauninni er bara hérna bus í gangi. Það er aðalega sú netgerð sem sagt Ethernet bus sem er notaður í dag. Svo höfum við hérna stöðuskynjara og hitaskynjara. Og þar vorum við með nákvæmnisstilli mótstöðu í stöðuskynjaranum og eins vorum við líka með skynjara sem gaf okkur tölugildi en þessu var reyndar breytt, var hérna í rauninni encoder í honum en því merki var breytt í 4-20 mA strömmerki. Og auðvitað er hægt að panta mismunandi gerðir af því og þá er það líka hér, þá eru þessar gerðir hérna sem við getum verið með. Það er viðnámsmerki, spennumerki, strömmerki eða tölvumerki sem við getum fengið frá þessum skynjurum. Og til þess að senda þessi merki langan veg og þá er best að nota 4-20 mA merkið eða þetta tölvumerki. Það virkar best. Síðan vorum við með hitaskynjara með R-breyti og við vorum með K-hitanema í þessu og hann raðtengdist við
kerfið, þannig að fengum hérna strauminn í gegnum skynjarann, það var hérna, og inn gegnum hérna R-breytin og inn á í gegnum hliðrænu inngangseininguna, og þar getum við mælt strauminn og til mínus á spennugjafa, og það fer þessa leið hérna í gegn straummerkið. Og við getum þurft að átta okkur á hvað miðjan á þessu merki er, til dæmis 4-20 mA straummerkið. Miðjan á því er 12 mA, ef við erum spurðið að því. Og sem sagt við förum síðan í síðasta verkefni, það er verkefni 5. Þar erum við með mismunandi stöðvar. Það er rásarskiptastöð eða vistfangsstöð. Og rásarskiptastöðin, þar hefur við meldingu fyrir hverja rás, en við vitum ekki nákvæmlega hvaða skynjari er að gefa okkur reykmerki. Það er bara hver rás fyrir sig sem að getur gefið eldtilkynningu, en við vitum ekki nákvæmlega staðsetningu. Hins vegar í vistfangsstöðinni þá getur hver og einn skynjari gefið okkur staðsetningu. Hann er bara stattur á ákveðnum stað, hann hefur sitt heimilisfang og við fáum að vita nákvæmlega hvar hann er staðsettur. Og síðan höfum við hérna skammhlaupseinangrunarbotn, og hér segir að skammhlaupseinangrunarbotn þeir eiga að vera á milli hverja 20 skynjara, stýrieininga eða handboða. Þannig að ef að kemur einhverstaðar skammhlaup upp í slaufu, þá rjúfa þessar einangrar sitt hvora megin við skammhlaupið, þannig að slaufan fari ekki öll út, svo stöðin hún getur lesið frá sitt hvora endan að skammhlaupinu. Hérna til dæmis yfir 0,10 og frá þessu hlið líka, ef þetta er löng rauða skynjur. Geta verið alveg upp í 99 skynjarar, allavega með það kerfi sem við erum með. Og síðan, þetta var bara það með þetta atriði í reglugerðinni varðandi 20 skynjara, og síðan er það endaviðnámið sem er notað bæði í bjöllurás, til þess ef að ein bjallan dettur út, að þá fær stöðin að vita það, og eins er þetta notað í fleiri einingum eins og stýrieining sem að er látin vinna eins og bjöllurás. Þannig að ef eitthvað fer úr sambandi þar, þá fær stöðin líka að vita það, því að það er sendur blæðistraumur í gegnum rásina sem fer í gegnum endaviðnámið, og þá veit stöðin alltaf ef að þetta er í sambandi og blæðistraumurinn er í gangi, að þá er allt í lagi. Og þetta eru þessi svona helstu atriði sem við þurfum fyrir prófið, sem að þeir taka sem að eru ekki með verkefni 14, 16 og 17. Þá ætlum ég að láta þessu lokið í bili, svo tökum við annað fyrir hinn hópinn.